Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinu sem við tökum upp hérna í pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og næstu komum að því að tala aðeins þessa áhugaverðu yfirlýsingu Akureyrarbæjar vilja til þess að taka á móti flóttafólki. Velkomin, Eiríkur. Takk. Hvers vegna ákveður Akureyrarbær að sýna þetta frumkvæði að lýsa yfir vilja til þess að taka á móti flóttafólki? Það ýmsar ástæður fyrir því. Aðalástæðan nú líklega svo að við höfum gert þetta áður og tekist bara mjög vel. Nú ekki sjálfsögðu í hendi varðandi þetta verkefni en þetta fór strax í umræðu meðal bæjarfulltrúa hjá okkur þegar að umræðan fór í fjölmiðla, þegar stjórnvöld fóru að tjá sig það að þau teldu eðlilegt að taka á móti flóttafólki hingað til Íslands. Og allir svona jákvæðir fyrir því að skoða þennan möguleika. En þetta bara algjörðu byrjunarstigi. Við erum bara að vekja athygli á því að við höfum áhuga. Nú þarf að setjast niður og ræða við ráðuneytið. Ég meina hvaða hugmyndir hafa þau, hvað þetta margir, hvers konar hópur þetta. En aðalega þetta vegna þess að við höfum góða reynslu á þessu og við höfum átt mjög gott samstarf meðal annars við Rauða krossinn á Akureyri. Þannig að við viljum bara bjóða fram okkar reynslu og okkar þjónustu. Viltu rifja aðeins upp fyrir okkur? Ég veit þú varst nú kannski ekki einsti koppur í búri í innleiðingarferlinu á sínum tíma. Hvenær var það? 2003? Já. Hvernig, getur þú lýst því kannski bara pínu fyrir okkur? Hversu stór hópur kom og hvaðan og hvað tók við? Manstu þetta eitthvað? Já, ég náttúrulega var ekki, eins og ég var náttúrulega ekki þá, en það er náttúrulega ennþá starfsmenn hjá bænum sem að sjálfsögðu tóku þátt í þessu. Þetta var hópur frá Júgóslavíu sem kom. 24 einstaklingar, nokkra fjölskyldur, ég man ekki hvað eru margar fjölskyldur og þetta var náttúrulega, hafði heilmikil aðdraganda, það var mikill undirbúningur að þessu og ég nefndi Rauða krossinn áðan. Rauði krossinn inni ber eiginlega hitann og þungan af þessu öllu saman og við erum náttúrulega bara að bjóða fram samfélagið og þá þjónustu sem við nú þegar til staðar í rauninni, það svo sem breytist ekkert mikið hjá okkur nema bara það að við hjálpum til með þeim þeirri þjónustu sem sveitarfélag hefur í dag, skóla, leikskóla, heilbrigðisþjónustu og svo framvegis, og félagsþjónustu og svo framvegis. Þannig að það náttúrulega fór af stað ákveðin undirbúningur líka hjá okkur vegna þess, við búum að því ennþá líka. Þessar fjölskyldur eru að mér skilst ennþá allar búsettar hér og við kannski komum betur inn á það eftir að það var gerð könnun nú ekki fyrir svo margt löngu það hvernig fólki líður hér í okkar samfélagi sem með erlendan bakgrunn og því líður bara alveg afskaplega vel. Þannig að það virðist hafa allt gengið upp, það er að segja undirbúningurinn sem skiptir náttúrulega öllu máli, virðist hafa gengið það vel 2003 að þetta virðist hafa allt saman að ganga upp í dag ennþá. Allir ánægðir og glaðir, könnunin sýnir það, fólk hefur samlagast vel umhverfi sínu og í rauninni kannski ekkert nema jákvæðar hliðar á þessu eða hvað með kostnað sjáu þið fyrir ykkur? Það er kostnaður á baku svona verkefni? Það er kostnaður á baku allt og en það er eitthvað sem að ég segi nú ekki maður horfi gegnum fingur sér með og við teljum okkur líka bara að vera skuldbundin til þess að veita aðstoð, veita hjálp vegna þess að þær fréttir sem maður hefur af ástandinu eru svo skelfilegar og við búum bara það vel hérna í okkar samfélagi að það minnsta sem við getum gert á þess að vera að horfa í ykkur krónur og aura er bara að veita þjónustu og við hljótum að geta tekið það á okkur íbúar og sjálfsögðu sveitarfélagi og samfélagi, allt saman, fyrirtæki og aðrir því að við gerum þetta ekki einn, fyrirtækin hafa meðan komið að þessu líka. Þannig að nei, við höfum ekkert svo sem sest niður og reikna hvað þetta kosta. Ég þekki heldur ekki hvað þetta kostaði á sínum tíma en það var svo sem ekki einu sinni það fyrsta sem kom upp í hugan. Nei. Þannig að fyrsta sem kom bara upp í hugan eða í umræðinni hjá okkur var í rauninni bara þetta að hvað getum við gert til þess að hjálpa þessu fólki sem býr svona illa? Nákvæmlega. Þetta er spennandi mál. Viljinn allavega að það búið að lýsa yfir þessum vilja sem hlýtur að vera fyrsta skrefið. Hvað með önnur sveitarfélög? Viltu hvetja önnur sveitarfélög á landinu til þess að gera slíkt hið sama? Það sjálfsögðu. Og ég efast ekki það að það sé verið að ræða þessi mál víðar og örugglega mörg önnur sveitarfélög sem eru að hefja eitthvað skonar undirbúning og eru tilbúin. Við viljum bara vekja athygli á þessu af því að við höfum komið að þessu áður og það hafa önnur sveitarfélög komið að svona hlutum áður. Þannig að ég vona svo sannarlega að önnur sveitarfélög geri það. Eitt annað sem bara komið því líka að,
við erum að þetta lífga svo upp á samfélagið og gera það svo miklu svona fjölbreyttara að fá, hvað sé fólk sem hefur annan bakgrunn inn til okkar og það þekkjum við nú vel hérna á Akureyri og það þekkja líka önnur sveitarfélög þannig að ég held að fólk hafi bara almennt góða reynslu af því að hafa þetta svona eins fjölmenningarlegt eins og mögulegt er. Þannig að fjölmenningarleg, gleði, en ekki síst kannski að því ég nefndi peninga, auðvitað geta þeir skila sér tilbaka. Þetta fólk sem kom þarna eru bara Akureyringar í dag og sinna sínum störfum og borga sína skatta og þetta er ekki kannski bara... Þetta er ekki bara kostnaður. Nei, nákvæmlega. Og alls ekki. Í rauninni þetta er bara fólk sem að, eins og við þekkjum líka, ég meina þetta er fólk sem tekur þátt í okkar samfélagi og byggir það upp líka og skapar okkur líka tekjur. En að öðru máli, Grímsey er innanbæjar. Erum við ekki eitt að fáum... Norðurbærinn. Já, Norðurbærinn. Erum við ekki eitt að fáum sveitarfélögum örugglega bara í heiminum sem hægt er að fljúga innanbæjar? Jú, það er allavega ekki margir á engin á Íslandi. Þannig að við erum allavega stært okkur því. Já. En það hefur náttúrulega verið óbúslega erfitt ástand í Grímsey og það hefur Akureyrarbær sem sagt í rauninni Hrísey byrjaði að sameinast sem sagt Akureyri og Grímsey líka. Þú virðist hafa áhyggjur af stöðunni í Grímsey. Hvað getur upplýst okkur hvað er að gerast? Já, og við höfum haft, ekki bara við höfum haft miklar áhyggjur af því sem er að gerast í Grímsey. Aðeins svona bara, því að svo gaman hvernig orðaðir það sko, að þau hafi sameinast okkur. Ég var einmitt að hugsa þetta, svo fann ég ekki orðin, við sameinuðumst, afsakið. Það eru bæði samfélagið sameinuðust, þetta þekki ég sjálfur, ég er líka lent í þessari gryfju sko og tekið þátt í svona sameiningum. Það eru náttúrulega, þú veist, samfélagin sameinuðust í eitt sveitarfélag. Já, sko við höfum náttúrulega sko haft verulegar áhyggjur af stöðunni og það er vegna þess að náttúrulega Grímsey ég er svo sem ekki að segja neina fréttir, er mjög einangrað samfélag og mjög einhæft atvinnulíf og þegar maður þarf að takast á við svoleiðis hluti og það er inni, hvað sé það gefur á og þá hriktir svo mikið í stöðum þegar þetta hreggur í svona eina atvinnugrein sem er svona mikilvæg og þá er alveg nauðsynlegt að skoða hvað getum við gert þá til þess að hjálpa þessari atvinnugrein sem er í þessu tilviki sjávarútvegurinn og hins vegar hvaða aðra möguleika eigum við til þess að skapa þá sko meiri fjölbreytni og það er ekkert sko auðvelt í svona litlu samfélagi og eins í svona mikil einangrun eins og Grímsey er og við þess vegna höfum við bent á það að það þarf sértækar aðgerðir til þess ef að við viljum og nú segi ég ef því það er ekki í vafa hjá mér það er spurning hvort að þessi vilji hjá öllum og þá samfélaginu, öllum sem búa hér og stjórnvöldum viljum við hafa byggð í Grímsey. Það er bara stóra spurningin. Og til þess að sé hægt, þá þurfum við að veita íbúum sem þar búa og þar vilja búa aðstoð. Og því það töluvert fjármagn, svo ég haldi nú á við peningana, ég hljóma nú eins og eitthvað Excel-skjal hérna. Já, þú ert verið en ég. Jú, að sjálfsögðu, það kostar einhverja fórnir og kostar líka fjármagn. Þannig að sjálfsögðu er það bara eitthvað sem við þurfum að fara yfir en umfram allt þurfum að svara þessari spurningu viljum við ekki halda út í blómlegri byggð í Grímsey eins og við höfum gert í svo langan tíma. Kemur kannski bara að byggðastefnu ríkisstjórnarinnar á endanum eða hvað? Já og við eins og það sem er náttúrulega í umræðin í dag er náttúrulega það að stjórnvöld hafa náttúrulega gefið það út að þau vilja aðstoða okkur og það er virðingavert og ber að sjálfsögðu að þakka. Þau hafa skynjað segi þennan vanda og vilja koma til hjálpar og við bara erum þakklátt fyrir það. Svona að lokum, skólinn er að byrja. Já. Ég veit þú varst í skólaviðtali í morgun, við vorum við þátt byrjandalæsi, bar umræðuefni á góma. Er þetta hitamál sem að ná þínum meirum? Já, svo sannarlega. Byrjaði strax í gær náttúrulega í samtali mínu bara við skólafulltrúa og fræðslustjóra og svo náttúrulega í morgun, vissulega komandi til tals, það var reynda ég sem tók það reyndar upp við kennarann því ég var svo forvitin að fá að vita sko hvort að aðrir foreldrar var að spyrja út í byrjandalæsi vegna þess að þetta er það sem við höfum notað í skólum hér á Akureyri og það var greinilegt að foreldrar voru forvitnir eðlilega vegna þess að fréttaflutningur af þessu máli er mjög sérkennilegur en við skulum sjá hvernig þetta þróast og ég reikna með að Háskólinn á Akureyri muni svara fyrir þessa gagnrýni eða þessar ábendingar sem þarna hafa komið fram og
við skulum sjá hvert það leiðir okkur. Nákvæmlega, takk fyrir þetta spjall. Ég veit að maður fær allavega áminningar maður gleymir að kvitta fyrir lestur. Ég frétti það allavega út í bæ, en við ætlum að halda áfram eftir augnablik.